Man einhver vitnisburðinn hans Elvars hérna frá því á sunnudaginn var? Svandís? Nei. Þú manst það ekki? Þú veist hvernig það er, já. Já, segðu okkur frá því. Mágur minn sem heitir Elvar. Já. Það ekki að segja já. Tólkar. Hann lent í slysi fyrir, ég man ekki hvort það 2-3 ár síðan. Hann var að vinna upp á þaki að moka snjó og hann fyrirtækina sem hann er að vinna og hann lendir á svona plexigleri og hann dettur niður. Ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað voru margir metrar, 3 metrar, meira. Hann sagði 4. 4 metrar, ok. Og hann slasaðist mjög illa. Það er að vera á hendinni, á vinstri hendinni og það bara fór sundur hérna beinin. Og ribbeinsbrotnaði eitthvað meira á. Og hann var mjög lengi að ná sér af þessu. Það tók hann allavega 6 mánuði að ná að beininu að þróa og svona. Hann varð að hafa hendina alltaf í falla svona, mátti ekki hreyfa hana. Þannig að þegar hann alltaf var laus við allt, spelkur og allt svoleiðis, að þá þegar hann alltaf var að hreyfa hana, þá gat hann bara lyft henni svona upp og hann gat eiginlega ekkert lyft hérna til hliðar. Og þannig var það svolítið lengi að hann sendur sjúkraþjálfurinn, hann aðeins náði að lyfta meira, kannski svona helming, en hann komst aldrei lengra svona fram. Þannig að hann er bifvélavirki og hann átti erfiðleikum með að vinna, gat ekki til upp fyrir sig þegar var undir bílum og svona. Og þannig var þetta, hann var þurft að fara að vinna við eitthvað annað innan fyrirtækisins. Þegar hann var Akureyri var hann á skrifstofu og hann var ekki mjög glaður. Nema svo kemur hann flytjaði hérna suður og hann er að vinna í bifvélavirkjun en er vinna við svolítið aðra hluti sem hann getur. Nema svo einn dag var hann að fara á Mjöltin og hann er að fara í apótek og þá eru það 2 menn sem eru búin að vera á námskeiði í tengslum við að biðja fyrir fólki til lækningar. Og þetta var svona verklegt, þeir áttu að fara út og biðja fyrir fólki. Það var ekki bara að hlusta. Og það var annað þeirra sem kannast Elvar og hann vissi hann að lent í ykkur. Og þeir labbaði hann til hans og segi, heyrðu, þú lentir í ykkur slysi eða ekki? Jú. Og þú skaddaðist eitthvað, ertu með verki eða eitthvað? Já, ég hendina á mér, ég get ekki notað hann eins og var. Já, ok, en ég byrja fyrir þér. Þeir voru mjög svo spenntir og já, en hann sagði ég hafði enga trú fyrir hann. Þetta er Kristinn Ágískinni, hann er í kirkjunni okkar í Reykjavík og hann sagði ég hef enga trú fyrir því að Guð vilji lækna mig. Nákvæmlega enga. Nema svo báður fyrir honum og spurði, hvernig getur þú hreyft hendina? Og hann prófaði, nei, kannski aðeins hana. Já, nei, við biðjum aftur, sagði þá hinn og þeir báðu aftur. Og svo var það ekki meira, svo fór hann bara heim og þeir báðu hann ekki að lyfta hendur með leiknum og svo fyrir hann heim og þegar hann var á leiðinni heim þá þú sagði ætli að hafa gerst eitthvað. Og hann kemur heim og hann leið og hann gengur inn hurðina, þá lyftir hann og sagði, nei, sjáu þið, sérðu hvað gerðist? Og síðan hefur hann verið bara fínn í hendinni. Hann getur lyft henni upp á allt. Hann er Guð góður á mér. Já, þannig að Jesús læknar líka á Íslandi. Við heyrum svo oft kraftaverk út í heimi og maður hefur séð það í Afríku en að Jesús lækni svona á Íslandi, það er stórkostlegt að heyra og líka svona gaur bifvélavirkja. Hann var, eins og hann sagði, ég trúði ekkert hann var ekki að endilega svo trúaður á þetta og ég var búinn að fylgjast með honum af því hann var settur í bilanagreiningar, hann gat ekki lengur unnið með hendinni. Þannig að frábært kraftaverk í dag á okkar dögum og hér. Þannig að Biblían segir okkur að Jesús Kristus sé hinn sami og ég hef verið að lesa úr Jóhannesar Guðspjalli. Við byrjuðum á að lesa eða fara í Jóhannesar Guðspjall þar sem segir að Guðspjallið er skrifað til þess að þú trúir
að Jesús Kristur sé sonur Guðs. Jóhannesar guðspjallið er skrifað til þess. Vegna þess að það eru margir sem trúa ekki að Jesús Kristur hafi verið sonur Guðs. Og við fórum í það sem sagt að í raun og veru er Jesús Kristus söguleg staðreynd, upprisan hans er sönnuð, þó svo að margir vilja ennþá vefengja það í dag, en ég myndist á það að Tómas, hann var svo vantrúaður og vantrú Tómasar, hún hjálpar okkur vegna þess að við lesum núna um það að Tómas, hann fekk að sjá Jesú og sjáðu, ef einhver ykkar hefði dáið og við hefðum verið vinir og kunningjar og unnið saman eða hvað það er, að þá er ég alveg vissum að ef hann risi upp að þá myndi ég þekkja hann. Sjáðu, Tómas hann sá hann og það sem meira var að hann sá naglaförin, síðusárið, naglaförin á fótum og höndum. Þannig að Tómas trúði þegar hann sá. Og Biblían segir okkur að við að trúa jafnvel þó við sjáum ekki, en mér finnst þetta svo frábær sönnun vegna þess að við erum að lesa, eins og við erum búin að fara í, samtíma heimild. Við erum að lesa guðspjall sem er ritað frá, það er talið að sé ritað frá 90 til 100 eftir Krist. Og sjáðu, það er ennþá verið að skrifa um eitthvað sem gerðist 1970, 1950. Það teljum við nokkuð öruggar heimildir í dag. Þess vegna segjum við að þetta sé Jóhannesar guðspjall, það er söguleg heimild, söguleg staðreynd. Og það eru bara, eins og ég segi, flón sem að halda því fram af því þeir vita ekki, þeir hafa ekki kynnt sér heimildirnar að þetta er söguleg staðreynd. En í dag þá langar mig að lesa frá 5. kaflanum í Jóhannesar guðspjalli og ég verð að hugleiða þetta nokkuð mikið undanfarna daga, ákveðna hluti hérna, en við skulum lesa þessa frásögn. Segir, þessu næst var hátíð gyðinga. Þá fór Jesús upp til Jerúsalem. Við sauðahliðið var í Jerúsalem laug sem kallast á hebresku Betesda. Það eru 5 súlna göng og í þeim lá fjöldi sjúkra manna. Blindra, haltra, lamara sem biðu hræringar vassins. En enginn drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Þetta er svona eins og, sem við segjum, fairy tale á enskunni, ævintýri, það er engill sem stígur niður og hrærir og maður getur séð svona sviðið súlur, þú gengur inn á ákveðið svæði og það er laug og það er fullt af fólki, þetta er svona eins og kannski sólarströnd, nema þarna kemur, allir var ekki margir sem vildi fá engill til að hræra í lauginni þar sem þeir eru í fríinu. En þetta er svona sviðið. Sá sem fyrstu fór ofan í laugina eftir hræring vassins varð heill hvaða sjúkdómur sem þjáðan. Þarna var maður nokkur sem hafði verið sjúkur í 38 ár. Jesús sá hann þar sem hann lá og vissi hann hafði lengi verið sjúkur og hann segir við manninn, viltu verða heill? Hinn sjúki svaraði honum, herra, ég hef engan til að láta mig í laugina þegar vatnið hrærist og meðan ég er að komast fer annar ofan í á undan mér. Jesús segir við hann, stattu upp, takk rekkjuðina á gakk. Jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var hvíldadagur og gyðingar sögðu við læknaða. Í dag er hvíldadagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig sagði takk rekkju þín og gakk. Þeir spurðu hann, hver er sá maður sem sagði þér takk hana og gakk? En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var því að Jesús hafði leiðst brott en það var þröng á staðnum. Nokkru síðar hitti Jesús hann í helgidómunum og sagði við hann, nú ert orðinn heill, synga ekki framar, svo eigi hendi þig hann að verra. Maðurinn fór og sagði gyðingunum að Jesús væri sá sem læknaði hann. Nú tóku gyðingar að ofsækja Jesú fyrir það að hann gerði þetta á hvíldardegi. En hann svaraði þeim, faðir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig.
Nú sóttu gyðingar enn fastar að taka hann af lífi, þar sem hann braut ekki aðeins hvíldardagshelgina, heldur kallaði líka Guð sinn eigin föður og gjörði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Þannig að það eru nokkrir hlutir sem mig langar að svona, vekja athygli á í þessari sögu, að hér maður og hann við þessa laug sem heitir Betesda, og ef þið flettið þessu orðu upp að þá þetta, ég fór í enska stöddibiblíu, það House of Loving Kindness, Betesda þýðir það, eða House of Grace, hús bara elsku og miskunnsemi eða hús náðar, eða staður þar sem place of outpouring, staður þar sem andanum úthellt. Þannig þetta staðurinn, þessi laug. Og þar sem ég sé að þessi maður hafði verið sjúkur í 38 ár. Og við lesum annan mann, líka í Postulasögunni, sem hafði verið lamaður frá fæðingu og hann var orðinn fertugur. Ok? Bara hafa það svona bak við eyrað. Þessi maður búinn að vera sjúkur í 38 ár. Og oftast það þannig, með svona sjúklinga, sem búin að vera með eitthvað ákveðið mein, vöðvabólgu, hvað heitir það, vefjagigt, þunglindi, einhverju fleiri sjúkdómar. Hvað sem það ef þú hefur haft ákveðið vandamál, jafnvel þó þú hafði bara verið eiturlyfja neytandi í 38 ár, ef þú hefur verið haft, hvað það við segja, við köllum það mental problem, við köllum það, ef þú hefur verið geðveikur í 38 ár, mental problem svona fáaðra orð, og ef þú hefur haft þunglindi, að þá það oft þannig að við sjáum enga von. Fólk svona, það að leita til lækna og það að bíða og það svona kannski að vona og svo kulnar vonin og deyr út vonin. Jú, þetta búið að vera, sko, þetta var 37 ári í fyrra, nú þetta orðið 38 ár og ég hef alltaf verið svona. Og þetta bara breytist ekkert. Ég búinn að fara til allra lækna og ég búinn að lesa öll lækna, ég búinn að lesa á netinu þennan sjúkdóm. Það svo skrítið, margir vilja fræðast sjúkdóminn sinn. Ég bendi fólki á að lesa frekar lækninguna sína, að fara í þessa bók og lesa alla þá staði þar sem þeir finna lækningar, vegna þess að það vekur trúna. En jæja, við sjáum að hér maður sem búinn að vera sjúkur í 38 ár og að Jesús, hann kemur og hann til hans og hann segir þessi einkennilegu orð, viltu verða heill? Viltu í raun og veru verða heill? Og okkur finnst þetta kannski svona smá ókurteisi, auðvitað vill hann verða heill, eða hvað? Jú, hann vildi verða heill, við sáum að hann varð heill, en Jesús, hann í raun og veru, það ákveðin lögmál þarna á bakvið sem að við ekki alltaf skiljum og það þetta með trúna. Sjáðu, ef þú sættir þig við eitthvað, þá hefur ekki trú til að verða heill. Og Jesús, hann eiginlega togar, hann eiginlega færir mannin á þann stað að hann geti trú að hann sjái einhverja von. Og það svo merkilegt, ég hef skrifað hérna að þegar við gerum eitthvað í trú, when you act in faith and do what you can't, you're amazed what happens. Þegar þú framgengur í trú og þú gerir eitthvað sem þú getur ekki, þá verður bara furðu lostinn á hvað gerist. Og það var það sem gerist hér. Og það svo oft að við bíðum eftir að einhver geri eitthvað fyrir okkur, við jafnvel Guð, tíman. Ég man alltaf eftir því þegar ég heimsótti gamlan svona Guðsmann og ég sagði honum að ég ætlaði að fara að biðja fyrir konu sem væri þjáð af mígreni og
Hann sagði, já, við skulum bara biðja. Og það fór svo í taugarnar á mér, af því að þetta var svo mikil vantrú. Já, við skulum... Nei, ég sagði, nei, ég ætla að fara og biðja fyrir henni. Og ég ætla að sjá hana læknast. Og ég fór og ég bað fyrir henni, kom heim til hennar í hádeginu og ég bað fyrir henni og hún læknaðist. Af því að ég var í trú. Og málið er það að trúin eitthvað, eins og Biblían segir, sem flytur fjöll. Jesú var ekki að tala um Mesíuna, hann var að tala um fjöll af vandamálum, fjöll af vonleysi, fjöll kringum staðina. Þannig að við sjáum að Jesús hann svona togar trúna út úr þessum manni, svo segir hann bara við hann, stattu upp. Stattu upp. Og nú það að þú segir kannski, já, þetta var Jesús og hann var með svona róbota sem tók í hann og lyfti honum upp. Nei, Jesús talaði við hann og hann sagði stattu upp og það var undir manninum komið að standa upp. Já, en hann var lamaður, hvernig í ósköpunum átti hann að standa upp. Sjáðu til, Jesús sagði, orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Þegar að Jesús talaði þessi orð, þá kom andi Guðs í þennan mann og nú stóð hann frammi fyrir vali. Hann gat valið að standa upp eða sitja áfram. Hann gat valið að standa upp eða sitja áfram. Mér langar að segja ykkur aðeins hérna, aðeins bakka aðeins og fara hérna í Lúkasar Guðspjall, 4. kafla og vers eitthvað 16 kannski 4 Lúkas 4 18 að hann stattur þarna í samkundinu og honum fengin bók Jesaja spámanns og Jesús hann flettir svona í Biblíunni, líkur upp bókinni og svo finnur hann staðinn þar sem ritað andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Andi drottins yfir mér af því að hann hefur smurt mig. Til hvers Jesús? Jú, hann segir, hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap. Og það ekki bara líkamlega fátækum eða heldur líka andlega fátækum. Boða bandingjum lausn. Boða bandingjum lausn. Bandingjum lausn. Sjáðu, ef þú hefur verið tekinn til fanga í hernaði, þá ekkert gleðilegra heldur nú færð. Ef þú fengir nú SMS eða hvað það kannski hefur ekki aðgang að SMS-i, ef þú færð þann boðskap að lausnin sé á leiðinni. Það ekkert sem lyftir anda þínum meira. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap og að bandingjum lausn, blindum sýn, láta þjáða lausa, kunngjöra náðarár drottins. Og ef við lesum þetta í Jesaja, þá eitt í viðbót þar. Eitt í viðbót, það segir Jesaja 60, hann vitnar í þetta, eða las þetta, til að boða náðar á drottins, þetta frá 1, andi drottins yfir mér, 1, Jesaja 61, 1, andi drottins yfir mér af því drottin hefur smurt mig, hann hefur sendt mig til að flytja nauðstutum gleðilegan boðskap, til að græða þá sem hafa sundumar í hjarta, til að boða herteknum frelsi, fjötruðum lausn, herteknum frelsi. Sumir eru herteknir. Við erum að heyra fréttirnar í dag að æska okkar hefur verið hertekin af alls konar eiturlyfjum og alls konar lyfjum. Og stór hluti af, ég man ekki hvað margir hafa dáið á síðustu 10 árum. Það skelfilegt. Að þeir hafa verið herteknir af fíkn. Og fíkn andi sem lætur þig gera eitthvað sem þú kannski fyrst vilt gera en vilt síðan ekki gera.
Sumir byrja að drekka, vilja síðan ekki drekka, en þeir geta ekki hætt. Þannig að þeir eru herteknir. Og það sem ég langaði að benda á að Jesús, tilgangurinn með komu Jesú að boða þessu fólki frelsi, líf og lausn. Og hann máttugur, eins og við heyrðum vitnisburðin, ef hann máttugur að lækna náttúrulegan sjúkdóm, þá hann líka máttugur að lækna andlegan sjúkdóm. Og ég hef heyrt alveg ótrúlega sögur fólk sem var bara brjálað og Guð læknaði það. Það voru engin, mann eftir konu sem, það þurfti 6 menn til að ná henni niður, binda hana, hún sleit allt af sér, hljóp út í skó en þegar Guðsmaðurinn kom og bað fyrir henni, horfði í augun á henni og skipaði djöflavaldinu út af henni, þá var hún alheil og var alheil eftir það. Sjáðu, Jesús Kristur, hann kom til þess að gefa bandingjum lausn, herteknum frelsi og þeim sem í fjötrum að boða þeim gleðilegan boðskap. En komum nú aftur að þessum manni hérna, að spurningin hann rís upp og hann læknast. Og við lesum það að hann byrjaði að ganga og byrjaði að bera rekkjuna sína á hvíldardegi. Og það var til þess að kirkjuleiðtogarnir, að þeir urðu brjálaðir. Og það svo skrítið í dag, enn þann dag í dag, að ef Guð gerir kraftaverk, að þá verður alltaf einhver reiður. Það verður alltaf einhver sem segir, já, þetta bara bull og þetta, ég meina, hefur þú réttindi til að lækna. Ef Guð læknar einhvern sem að læknar hafi ekki getað læknað, að það svo skrítið að þá kallar það á reiði, það kallar á viðbrögð. Enn þann dag í dag. Og við sjáum að þeir ætluðu bara að drepa Jesú fyrir að hafa læknað þennan mann. Og sérstaklega, Jesús, þú læknaðir hann á hvíldardegi. Þú bara vanhelgar hvíldardaginn. Og mér svo gaman að lesa það að Jesús, hann svaraði þeim og hann sagði, faðir minn, hann í vinnunni í dag og ég vinn líka í dag. Þetta 17. versið og þið getið lesið það. Ég vinn allt til þessa dags og faðir minn, hann vinnur líka. Við vinnum þessi verk sem ég að tala jafnvel þó það sé hvíldardagur. Við læknum sjúka og við leysum fólk, hvort sem það hvíldardagur eða einhver annar dagur. En það var bara þessi spurning með þennan mann hérna, þegar Jesús segir við hann, viltu verða heill? Og við sjáum að maðurinn vildi verða heill, en ef við bara heimfærum þetta upp á einhvern annan sjúkdóm, ég man að Guð var búinn að spyrja mig hvort ég vildi verða heill. Og það var svo tími að ég var ekki lamaður, en það var margt að í mínu lífi, og það var svo tími að ég vildi það ekki, mér fannst ég eftir að gera eitthvað. Ég baði einu sinni fyrir konu og hún var, hún átti erfitt gang og var með liðagigt og allt þetta. Og hún sagði, hvað með tryggingabæturnar mínar, ef ég verð nú heilbrigð? Hugsaðu þér. Hvað með tryggingabæturnar? Og það svo margt oft sem stendur í veginum fyrir því að fólk í raun og veru vilji. Talaði við mann fyrir einhverjum vikum eða mánuðum, gjörsamlega á botninum. Hafði ekki getað borðað í nokkra daga og
fór allt upp úr honum og hann sagði, Kitty, komdu og biddu fyrir mér. Og ég sagði, nei. Þú veist hvað þú þarft að gera. Ég sagði, ertu tilbúin að sleppa? Ertu tilbúin að gefa Jesú lífið þitt núna? Ertu tilbúin að leyfa honum að lækna þig? Þó hann væri á þessum stað, veitu að hann var nóg einlega til að segja, nei, veistu, mér finnst ég alltaf eiga eftir að gera eitthvað áður en ég gefi Jesú líf mitt. Hugsaðu þér. Hann er gjörsamlega, hann er fárveikur, kallar á hjálp, en hann vill ekki standa upp. Hann vill ekki standa upp. Kraftur Jesú, Biblían segir að fagnaðarerindið er kraftur Guðs hverjum þeim sem trúir. Þess vegna spurði Jesú manninn, viltu verða heill? Og Jesús spyr okkur svo oft, viltu verða heil? Viltu verða heill? Viltu gefa mér líf þitt? Viltu standa upp úr volæðinu? Eða er eitthvað sem þú elskar meira? Það var eins og maður sem kom til hans og hann sagði, hvað hef ég að gera til að öðlast eilíft líf? Og Jesús sagði, þú skalt halda boðorðin. Hinn segir, já, ég hef gætt þess að gera allt þetta frá því að ég var ungur drengur. Þá segir Jesús, það er eitt sem vantar upp á. Þú ert ríkur, farðu og seldu allt sem þú átt og fylgdu mér. Seldu, og það kom á hann og hann var hryggur og hann fór í burtu hryggur. Og ég verið að hugsa að ég talaði við fólk daginn og það var ekki tilbúið að hlýða Guði með ákveðið skref af því að þá myndu tryggingabæturnar lækka. Það vildi frekar hafa tryggingabæturnar heldur en að beygja sig undir Guðs orð, frekar en að standa upp. Þannig að það er svo margir hlutir, ég stoppaði við þess, hann sagði, viltu verða heill? Og manni finnst það sko ókurteisi að spyrja, viltu? Já, en ef að maðurinn hefði haldið fast í beddan og sagt, Jesús, það er svo gott að liggja hérna, vil hvíla mig aðeins lengur, þá hefði hann ekki upplifað kraftaverkið. Og það eru svo margir sem gera það. Það er eitthvað sem þeir halda í og þeir losna ekki. Þeir losna ekki. Sumir vilja halda í að vera alkar. Ég las á Facebook daginn, ég er ný sköpun í Kristi, gamla var það engur. Næsta færsla, ég er alki, ég er með ólæknandi sjúkdóm. Hvernig fer þetta saman? Þetta fer ekki saman. Annarkvort ertu alki eða þú ert ný sköpun í Kristi. Sjáðu, það er gamli maðurinn sem var það engu sem var alki. Hvað segir þú? Ert að mótmæla? Alkohólisti. Takk fyrir það. Biblían talar ekki um alkohólista, hún talar um drykkjusýki eða drykkjumenn. Og hún segir á einum stað, þetta voru þér sumir yðar, þér létuð þvost. Þér létuð þvost, þér eru þetta ekki, það er búið að þvo þetta af ykkur. Er það hægt? Já, það er hægt. Ég hætti að reykja þegar ég var 27 ára. Var búin að reyna mikið til að hætta að reykja. Svo frelsast ég, loksins sagði ég já við Jesú og þegar ég sagði já við Jesú, þá sagði ég svona við hann og ég var út á sjó, þetta voru verstu mögulega kringumstæður. Menn með áfengi, tóbak, ljótt orðbragð, allt í kringum mig og flesti sögðu þetta duga nú aldrei lengi hjá honum Kidda, hann verður fljótur að fara í gamla farið aftur. En veistu hvað ég gerði? Ég sagði, Guð, ég á hálfan pakka eftir og ég ætla að klára þennan hálfan pakka, svo er ég hættur.
Og ég trúi því Guð að þú tækir löngunina frá mér. Vegna þess að ef ég ekki hætti núna, þá var ég að kaupa kartón í viðbót og þá er ég fallin. Ég gat ekki keypt í lausu á togaranum. Þannig að ég lagði frá mér síðustu sígarettuna og mig hefur aldrei langað í að reykja síðan. En vitið þið hvað? Nokkrum dögum seinna þá kokkurinn vinur minn, hann situr á móti mér og hann segir, Kitty, fáðu sígó? Ég segi, nei, ég er hættur. Og svona, ég fekk voða hjartslátt og ég segi, ég er frelsaður. Mér fannst ægilega erfitt að segja þetta. Ég er frelsað, ég er búin að gefa Jesú líf mitt. Og veistu það, bara með að gera þetta, þá var ég í raun og veru að segja við Jesú, já, ég vil standa upp. Vegna þess að ég fann eitthvað bara koma, já, eitthvað svona, það var komin aðskilnaður frá þessu gamla lífi. Ég sagði ekki, ég fyrrverandi eða óvirkur reykingamaður. Hvaða kjaftaði? Ég var hættur að reykja og ég hef aldrei reykt síðan. Ég á vin sem var í eiturlyfjum í 20 ár, hann var drykkjumaður líka, hann kom til Jesú, hann frelsaðist, hann hefur aldrei drukkið síðan, aldrei farið á einn einasta A-fund og hann sagði, Kitty, 5 árum eftir þetta, sagði hann, veistu hvað? Ég er búin að gleyma því að ég var alki, ekki Jesú dásamlegur. Hann var aldrei að velta sér upp úr. Vitið að það fyrir sögurnar með þegar fólk að segja 11 ár laus, 5 ár edrú, come on. Annarkvort þetta nýsköpun eða ekki. Annarkvort þetta leystu frá þessu eða ekki. Af hverju viltu vera óvirkur allt þitt líf? Af hverju viltu ekki vera nýsköpun? Af hverju viltu ekki standa upp og leyfa Jesú að lækna þig? Heldur hann hafi ekki kraftinn til þess. Ef hann getur læknað mann sem með fastan handlegg hér á Íslandi og var búinn að fá það læknisfræði álit að hann yrði alltaf svona, það var engin lausn, getur hann þá ekki læknað auman alkohólista og þarf hann að vera alkohólisti áfram. En þetta er eitt af versta sem kristnir eiga við í dag og jafnvel kirkjan okkar er búin að skilgreina þetta sem sjúkdóm. Ég segi bara bull og vitleysa. Fíkn er ekki sjúkdómur, hún verður sjúkdómur ef þú leyfir henni að grassera í lífið þín. Hún verður það. En þú getur sagt já við Jesú, þú getur staðið upp. Þú getur staðið upp. Margir þurfa hjálp til að standa upp. En sumir læknast bara 1, 2 og 3. Sumir læknast, þeir frelsast. Og ég trúi því að þetta er bara spurningin sem mig langar að hvað heldur aftur af í þínu lífi? Er eitthvað jafnvel sem hún gerir ekki grein fyrir að haldi aftur af að Jesú geti læknað þig? Hvað er það? Hvaða svið er það? Ég sagði við sjálfan mig í morgun, ok, ég veit að ef það er eitthvað sem heldur aftur af í mínu lífi, að Guð geti notað mig meira, að þá er það þægindin. Sjáðu, við höfum það svo þægilegt. Og við erum svona ekki alveg tilbúin að yfirgefa þægindin. Í Eritríu, ég var að lesa það að þá er mikil trúarvakning, en það bannað að vera kristinnar. Það eru leyfðar 3 tegundir af trúarsamfélögum, Íslam og 2 tegundir af kristnum söfnuðum og eina skilyrðið fyrir að vera í kristinni kirkju í Eritríu þú mátt ekki vera frelsaður. Þú mátt ekki vera leystur. Þú mátt ekki hafa sagt, já við Jesú, ég vil standa upp. Það er eina skilyrðið. Þú mátt ekki fara með Biblíu inn í kirkju. Þú mátt ekki fara með Biblíu út af heimilið þínu. En vitið þið hvað? Maðurinn sem var að tala við, hann sagði, ég er búin að skýra meira en 500 manns, ég man ekki hvort það var á 1 eða 2 árum, allt í leinum. Það er trúarvakning. Fólk, við erum með tómar kirkjur hér, en í Eritríu þá fyllast húsin af fólki sem vill koma saman og heyra Jesú og tala við Jesú. Samt er það bannað, samt getur það mist líf sitt, en það er eitthvað sem dregur það. Þannig að, ok, þægindin eru einn hluti af því
að við stundum segjum ekki já við Jesú. Og ég skal fúslega játa það, að ég iðrast og vil gera það sem að Jesús vil segja mér að gera. En hugsaðu út í það, eitthvað sem ég er búin að gleyma, sem heldur aftur, sem ég hef aldrei verið tilbúin að gefa upp? Eitthvað sem ég hef aldrei verið tilbúin að gefa Jesú svo ég geti losnað? Sjá, hann spyr, viltu verða heill? Og ég veit að Jesú, hann er ekki falskur. Ef hann spyr, viltu verða heill? Þá getur hann læknað þig. Þá getur hann. Og jafnvel þó að séu 38 ár, þá getur hann það samt. Jafnvel þó að séu 40 ár, það var maður sem var lamaður frá fæðingu sem að Pétur og Jóhannes minni mig hittu við fögru dyr helgidómsins og hann bað ölmusu. Pétur sagði, já ekki pening, en ég á svolítið annað handa þér, stattu upp. Og hann hafði verið lamaður í 40 ár. Og ég geti ímyndað eitthvað með foreldra hans og ættingja, þeir voru ekki að búast við því að hann myndi læknast. Þannig að það sem að mig langar að segja við þig í dag og við mig, að við eigum að vænta þess að Guð geri nýjan hlut, jafnvel þó við höfum verið fjötruð, bundin eða hvað það í 38 ár, 40 ár, að þá samt von. Það samt kall til þín. Boðskapur, hann ennþá að boða þér gleðilegan boðskap. Hann ennþá að segja, ég kom til að gefa bandingjum lausn, ég kom til að gefa blindum sýn, ég kom til að veita herteknum frelsi. Amen. Takk Jesús. Faðir, ég bara þakka þér fyrir það. Þú vilt opinberast í þínu orði í dag. Þakka þér fyrir að kraftur þinn hér til að lækna og þakka þér fyrir að orðið þitt andi. Orðin þín eru andi og þau eru líf. Og drottin, ég bið fyrir einum og sérhverjum hér í dag sem að drottin í neyð, einum og sérhverjum Faðir Guð sem að berjast við sjúkdóm, berjast við fíkn, Faðir Guð. Ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að við getum staðið upp í dag. Drottin, við getum staðið upp og við getum byrjað nýja göngu. Við getum lagt hið gamla til hliðar, Faðir Guð. Drottin, þakka þér fyrir það að þú ert með okkur á göngunni, þakka þér fyrir að þú leiður okkur rétta vegu, þú hressir sál mína, þú smið höfuð mitt með olíu, jafnvel þótt ég hafi farið dimman dal, þá varst þú þar og þú leiddir mig út úr þeim dimman dal, ó Guð. Og það þín þjónusta, drottin, að leið okkur út í Jesú nafni. Og drottin, við bara gefum þínu nafni dýrðina í dag, þökkum þér, tilbiðjum þig, tignum þig, prísum þig, þakka þér fyrir að það lækning í þínu húsi, það lækning allstað þar sem að fólk tilbiður og vonar á þig. Blessa sé þitt heilaga nafn, blessa sé þitt nafn, drottin minn. Amen. Amen. Takk Jesús.